á seljandi alltaf að greiða alla framkvæmdir. Meginreglan að þegar búið að samþykkja framkvæmdir þá á seljandinn að greiða þær. En framkvæmdir sem hefjast eftir að kaupandi eru að fengja afhent og hafa ekki verið samþykktar lenda á kaupanda. Þetta samt ekki alltaf svona einfalt vegna þess að stundum bara búið að gera framkvæmdaplan 5 ár fram í tímann og það búið að samþykkja. En það ekkert eðlilegt það, seljandi fara að borga framkvæmdir jafnvel 4 árum eftir hann flutti. Þannig að þá eðlilegt að segja til dæmis að seljandi tekur þær framkvæmdir sem í ár og kaupandi tekur síðan næstu framkvæmdir. En hvað ef að framkvæmdin breytast eða þeir fara fram úr kostnaðaráætlun? Kaupandinn náttúrulega að fá alla hagnaðaraukninguna sem verður af framkvæmdarum og þá getur verið sanngjarnt að setja niður, seljandinn greiðir áætlunina, sem sagt samkvæmt samþykktu tilboði, falli til aukaverk eða kemur auka kostnaðar, þá ber kaupanda að greiða hann, enda hann fluttur inn í eignina og eðlilegt að hann taki á sig viðhaldið. Það rosalega gott en stundum sjokkarandi að kaupa fasteign þar sem búið að gera ástandsskýrslu og taka út alla mögulega galla, en það miklu betra heldur en að kaupa fasteign, fá hana afhenta og fá 10 milljóna í hausinn í sameiginlegum framkvæmdum ári eftir.